Komið í sæl, í dag hefur verið austlæg eða breytileg átt á landinu, einna mestur vindur við suðvestuströndina en hægari annar staðar og mesti vindhraði núna miðjan dag voru 12 metrar á sekúndu á Stórhöfða og Reykjanesvita. Og það var bjart fyrir norðan þar sem hitinn náði að komast í 15 stig á nokkrum stöðum og þar var einnig vægt frost síðastlina nótt. Og ef við skoðum hér tunglmynd sem tekin var hádegi í dag, þá getum við séð að það var skýjað að mestu leyti yfir austanverðurlandinu, skýjað með köflum hér vestan til, en nokkuð bjart yfir norðurlandi og einnig yfir mið-suðurlandi. Og hér fyrir austanland er lægri skýjahula og er það einkum þokuloft þar. Og á stóra yfirlitskortinu þá er að sjá að það er hæðasvæði fyrir norðanland og lægð hér langt suður í hafi og skil frá henni liggja hér í átt að Bretlandseyjum og þróunin til næsta sólarhringinn er sú að þessi lægð hér langt suður í hafi færist nær Bretlandseyjum en við verðum áfram í tiltölulega rólegri austlægri átt og það verður yfirleitt þurrt hjá okkur en einhver þoka víða við norður og austurströndina. Og ef við skoðum hér hitasviðið þá er tiltölulega milt loft yfir landin okkar og það má reikna með að það verði einna svalast við austurströndina, farið þar niður í 4-5 stig og einnig má gera ráð fyrir einhverju nætufrosti inn til landsins en á morgun er útlit fyrir að verði hlýjast suðvestan og vestanvert landið. Og skoðum hér hvernig vindur og skýjahula og úrkoma breytist frá því í kvöld og til hádegis á morgun. Þá er gert ráð fyrir lítilsháttar vætu með köflum vestanvert landið fram á nóttina en yfirleitt bjart norðan til og hér austan til þykknar heldur upp og kemur dálítil úrkoma þar upp að ströndinni seinnipartin á morgun. Og hádegi eða og eftir hádegi á morgun verður staðan þessu lík, fremur róleg norðaustlæg átt eða breytileg átt, víða bjart veður bæði sunnan og vestan til á landinu og einnig víða inn til landsins norðan til, en dálítil súld eða rigning með köflum á Austurlandi og þoka með norður og austurströndinni. Og svo áfram getum við skoðað hér hvernig þetta þróast fram til þriðjudags. Þá verður skýjað að mestu leyti hér austan til, dálítil súld eða rigning með köflum en yfirleitt þurrt á vesturhluta landsins en þó getur komið einhverjir skúrir þar seinnipartin á þriðjudag. Og á þriðjudag er útlit fyrir fremur rólega norðaustlæga átt hjá okkur eða breytileg átt, skýjað með köflum sunnanvert landið en yfirleitt bjart norðan til en þó þoka áfram þar með ströndinni og hér allra austast má reikna með að það komi dálítil væta af og til, ýmist súld eða rigning. Og hitinn verður áfram svipaður svona frá 5 og upp í 10-12 stig, hlýjast landi sunnanvert. Og áfram á miðvikudag er útlit fyrir norðaustlæga átt og nokkuð bjart veður víðast og tiltölulega milt hjá okkur. Áfram er reiknað með þoku með norðurströndinni en líkur á einhverri vætu allra austast. Og á fimmtudag gera spár núna ráð fyrir að verði hægviðri hjá okkur, skýjað með köflum og yfirleitt þurrt á öllu landinu. Og ef við skoðum hér önnur lönd í Evrópu, þá er hæði við Finnlandi á morgun, en skúraloft víða á Bretlandseyjum og eins hér við Noregi, víða einhverjir skúrir miðbik álfunnar en þurrt yfirleitt allra syðst. Og á Íberíuskaga er gert ráð fyrir að hitinn verði svona frá 18 og upp í 25 stig og nokkuð þurrt víðaskvar en þó einhverjir skúrir í Barcelona. Og á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir að verði prýðisveður á morgun, hiti svona og yfir 20 stig víðaskvar og í Norður-Ameríku er gert ráð fyrir að verði lægð hér miðbik álfunnar með úrkomu á þeim slóðum, sólríkt suðvestan til og eins er reiknað með að verði nokkuð þurrt og bjart hér norðaustan til. En hjá okkur er gert ráð fyrir að verði hæg breytileg eða norðlæg átt, einhver væta allra austast á landinu en annars skýjað með köflum eða bjartviðri. Verið sæl.